og ég man að ég fer bara eitthvað inn í herbyggi og bara eitthvað svona horfa út gluggann og er bara eitthvað, já, þú veist, er ég bara að fara að deyja? Er það bara að fara að gerast? Ég heiti Gunnar Ingi Jones, ég er húðflúrari og gítarleikari í hljómsveitinni Unmeser. Ég greinist með illkynja æxli, það finnst illkynja æxli í mjöðminni á mér sem var kallað lipomasarkóma sem ég held, það gæti verið einhverjir læknar horfðu á þetta og bara hvað er hann að segja, en mér skilst að þetta sé svona fitukirtlakrabbamein. Ég hefði dottið einhvern tímann í ræktinni, ég hefði svona kleinað því ég var að skvotta og ég held ég hefði bara eitthvað meitt mig og það hefði eitthvað gróið eitthvað vitlaust og mér var ekkert illt í þessu eða neitt sko. Þannig að ég pældi ekkert í þessu í alveg heilt ár eða eitthvað. Svo allt í einu var ég bara komið mjög svona áberandi svona kúlu á mjöðmina og heimilislæknir minn var bara mjög fljótur að spotta það sem betur fer og sagði bara þetta er ekki eðlilegt. Það var inni í svona fitu svona hjúp. Rauninni fitan mín var eiginlega bara svona eiginlega bjargað í að það var ekki búið að dreifa sér sko. Svo fer ég bara í aðgerð og það var bara tekið og ég þurfti sem betur fer ekki að fara í neitt meira en það. Eftir að tíminn fer svona að líða þá fara alls konar svona kannski meira sálrænir svona kvillar að sýna sig og ég fer að fá rosa mikið kvíða, rosa mikið heilsukvíða. Bara ef ég rak tanna í eitthvað þá var ég bara já, krabbameinið er bara komið aftur, þú veist. Fyrir mitt leyti þá hefur hreyfing alveg haft alveg gigantísk áhrif á bara sko andlega heilsu hjá mér sem er mjög mikilvægur partur hvort sem að þú hafi fengið krabbameinið ekki. Og ég man alltaf að læknirinn sagði við mig að svona besta vopnið þegar maður fær svona greiningar er að vera í svona góðu ástandi bæði líkamlega og andlega. Og út af þá er bara líkaminn miklu betur undir það búinn sko að tækla þegar eitthvað svona gerist. Og ég man ég spurði lækninn, ég var bara, er eitthvað sem ég get gert til að fá ekki krabbamein aftur? Er eitthvað sem ég á að hætta að borða? Og hann var bara eitthvað, sagði bara að það væri í rauninni ekkert sem að getur komið í veg fyrir að þú fái krabbamein, en auðvitað það að þú hreyfir þig reglulega og borðar hollt gerir líkamann miklu meira svona undirbúin fyrir það ef þú skildir þér einhvern tímann að takast á við eitthvað svona að þá er bara, já, eins og ég segi, líkaminn töluvert meira undirbúin fyrir það sko.